Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, á morgun og daginn á eftir, á miðvikudag og fimmtudag gengið til kosninga í háskólanum, þar sem valinn rektor til næstu 5 ára held ég. Og þetta seinni umferðin, við fórum svolítið yfir frambjóðendur í fyrri umferðinni, tókum hérna 5 viðtöl við þau. En þau eru 2 eftir, það reglan í háskólanum eins og víða, það sem verið að kjósa, svona átvita, að það önnur umferð, þannig að sá sem að fær kjör, það alltaf meira en 50% atkvæðaregla. En þau sem eru í seinni umferðinni eru Magnús Karl Magnússon sem prófessor í læknisfræði og Silja Bára Ómarsdóttir sem prófessor í stjórnmálafræði. Verið velkomin og takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir. Herðu, ég má ekki bara byrja á að spyrja hvað snúast þessi kosningar, Magnús? Að mínu mati snúast þau að gera háskólaumræðu, nýsköpunar og rannsóknar vísindaumræðu að almannaeign. Við þurfum að tala við samfélagið okkar, við þurfum að sannfæra fólk það að það sem háskóla gera sé samfélaginu til heilla. Og þá leið, þegar við eigum þetta samtal, erum við að samfæra þjóðin okkar það að við eigum að fjárfesta í þessu rétt eins og nágrannar okkar gera. En segir þetta vegna þess að háskólinn hefur alltaf gert þetta alltaf meginhlutverk hans, eða þetta sem að háskólinn hefur kannski ekki rækt eins og hefði átt að vera að undanfinna? Ég held við höfum ekki rækta nógu vel á síðkastið og ástæðan sem ég segi þetta að ef við tökum lýðræðislega umræðu, kannski þess að lýðræðisveislu sem alþingiskosningar eru, þá í síðustu 2 alþingiskosningum hefur ekki verið rætt háskóla. Ég ekki að halda því fram að háskólar eiga að vera efst á blaði í þjóðfélagsumræðu, en þeir eru bara hluti af lýðræðisumræðu og við eigum átt okkur á því að háskólar eru hreyfiafl breytinga í samfélaginu. Við erum að mennta þjóðina til háskóla, til háskólastarfa og við erum að skapa nýja þekkingu. Og í löndin sem við berum okkur saman við eru þetta litið á sem stofnanir sem hreyfiafl breytinga. Það sem ég á þá við með hreyfiafl breytinga við erum að mennta fólkið sem að fer og vinnur mikilvæg störf allt samfélagið og getur valdið fram þróun í gegnum störf sín og þekkingu sem að menntuninni fylgir. Og hins vegar erum við að rannsaka, skapa nýja þekkingu sem getur síðan leitt til framþróunar á öllum sviðum samfélags. Og þá ég ekki bara að vísa til hagvaxtar, heldur til framfara í hinum ýmsu þjónustugreinum samfélags, í heilbrigðiskerfi, velferðarkerfi, menntakerfinu, í menningu og listum og öllu þessum þáttum eru háskólar hreyfiafl breytinga til framtíðar. Og þetta lukkast ekki nema að háskóli sé ræddur ekki bara innan háskólans heldur í samfélaginu. Akkurat, því við þurfum að átta okkur á því að það samfélagi sem að borgar þetta. Það eðlilegt að þau þurfi að vita fyrir hvað þau eru að borga. Og við þurfum að sannfæra þjóðina að þetta sé fjárfesting sem skilir sér. Við erum flest háskólafólk sannfærð það, en það ekki nóg að við séum sannfærð það. Við þurfum að tala virðingu til þjóðarinnar og að ávinna okkur þá virðingu þannig að samfélagi sé tilbúið að fjárfesta í okkur með sama hætti og þar munar miklu. Við berum okkur saman í Norðurlöndin. Þar vantar þyrftum að fá 50% til viðbótarinn í háskólastarfið bara svo við séum að pari við Norðurlöndin. Við hugsum önnur menntakerfi í grunnskólan og menntaskólan. Þar erum við að fjárfesta sambarlegt við Norðurlöndin. Í háskólanum erum við langt á eftir. Skulum ræða fjármagnina á eftir. Silja Bára, hvað kosið? Já, við erum bara að kjósa framtíð Háskóla Íslands og stöðu hans í íslensku samfélagi og það sem ég hef lagt megin áherslu á í þessari kosningabaráttu við þurfum að efla samfélagið sem háskólinn vegna þess að háskóli fyrst og fremst samfélag sem snýst hugmyndir, þekkingu og rannsóknir og við þurfum að skapa aðstöðu og aðstæður í háskólanum sem að laðar fólk að honum, þar sem að fólk vill vera og til þess að skapa frjóan jarðveg fyrir krefjandi hugmyndir, fyrir öflugt starf og þetta kannski eitthvað sem hefur setið svolítið á hakanum upp á síðkastið að við höfum verið í því að breyta skólanum úr kennslustofnun í rannsóknarstofnun. Það hefur gengið prýðilega, það stór hluti af því sem við öll sem að störfum í akademískum störfum í dag erum að sinna. Við höfum kannski leyft kennslunni að setja svolítið á hakanum
Við sjáum það að stúdentar eru að gera meiri kröfu fjarnám, þau eru að gera kröfur upptökur, þau dvelja minna í skólanum, þau vinna meira með námi og allt þetta grefur undan samfélaginu sem háskóli á að vera. Og þetta er eitthvað sem að ég vil leggja mikla áherslu á. Og svo höfum við líka séð að á síðustu árum að þá höfum séð í starfsánægjukönnunum og öðrum rannsóknum að það er mikið álag á fólki, kjörin í háskólanum hafa setið á hakanum, dregist aftur úr við samanburðarstéttir og jafnvel að fólk sem er hæft til þess, er með doktorspróf tilbúið til þess að áhuga samt að koma í störf, þegar það sér launin að þá hættir það við, vegna þess að það hefur betri tekjur við að vinna jafnvel hjá öðrum ríkisstofnunum og þetta er eitthvað sem við verðum að taka alvarlega vegna þess að við berum ábyrgð á bara rannsóknu umhverfinu til framtíðar og við þurfum að vera þarna með það öflugasta fólk sem að er í boði og laða það að þannig að það vilji vera inn í þessu starfsumhverfi og þetta er það sem er svona stóra málið og þannig kemur, eins og segir, og ræðum það betur eftir kannski með fjármagnið, það bara skiptir öllu máli að við séum að berjast fyrir meira fjármagni inn í þetta kerfi og það kom inn í grunnreksturinn, ekki bara til samkeppnissjóða þó það auðvitað skiptir líka miklu máli. Má ég aðeins spyrja samfélagið að því þú leggur áherslu á það og við þekkjum það bara sem að lifum þessa tíma að það er að svona flosna upp og margar bara sterkar ábendingar til þess. Eitt, ég heyrði mann sem er að kenna í háskólanum, lýsaði einhvern þannig að þegar byrjaði kursinn, sko, þá var fullur salur og svo týndist úr þessu eftir voru bara 2, allir hina voru í fjarnámi og hans hugmyndi var það að það gengi ekki að kenna í þessu umhverfi, það sem að væri ekki svona raunveruleg ég veit ekki hvað að kalla þetta, það bara er sterkari nálægð fólks þegar það hittist í haldinu eins og sagt heldur en á netinu. Er það eitthvað sem ástæðan á að vinna gegn það? Já, sko, þessi blandaða leið sem að við erum mörg finnum pressu á að vera með sérstaklega eftir COVID en var alveg líka pressa á fyrir það. Að hún er allan fyrir mína part að vera að segja versta mögulega kennsluupplifun sem að til er. Það er allt annað að kenna rafrænt. Þar getur við verið með hópa samvinnu og búið til, það er hægt að búa til gott samfélag á netinu. En ef þú ert með netkennslu og staðkennslu að þá einmitt gerist þetta miklu frekar að fólk... Þau sem eru á netinu eru þá bara í svo vitni af atburði. Já, og jafnvel eru bara að horfa á eftir á og svona ætla jafnvel bara að renna yfir námsefnið í lok misseris eða fyrir næsta próf, eitthvað þess að þar og þetta mitt býr ekki til þetta samfélag en það er alveg hægt að búa til gott námssamfélag í rafrænni kennslu og það er auðvelt að búa til gott námssamfélag í skólastofu. Það er miklu erfiðar að gera það þegar þú blandar þessum 2 liðum saman. En háskólinn ætti að hafa burði og getu til þess að vera með bestu lausnina, eða ekki? Jú, hann ætti að hafa það og við erum með frábæra sérfræðingar sem eru að hjálpa okkur að vinna með allar þessar lausnir en hins vegar að ef við ætlum að fara í fjarnám að þá vitum við það í skólinn sem við berum okkur saman við, þá er gjarnan bara tæknimaður sem er með þér í því að vinna námskeiði þannig og það er eitthvað sem við höfum ekki aðgangað og þetta aftur snýr að hvernig ætlum við að fjármagna og ef við ætlum að vera með fjarnám að þá þurfum við að vera með bara peninga til þess að þróa þær aðferðir og þetta er hluti af bara betri kennsluháttum, nútímalegri kennsluháttum, hvernig við notum tæknina. Ég sjálf nota mikið vendikennslu, þá er ég að taka upp stuttafyrirlestra sem að stúdentar geta hort á áður en þeir koma í tíma og svo vinna þeir með viðfangsefnið og reyna svona að spreita sig á svona hagnýtum úrlausnarefnum, hvernig getum við nota þessar hugmyndir til að útskýra fyrirbæri í raunveruleikanum. Og þetta er strax eitthvað sem að auðveldar stúdentum sem að kannski missa af tímum eitthvað þess að en til þessa erum við raun og ekki með neitt stuðning eða hvata, heldur þetta eitthvað sem að fólk er að gera jafnvel í ólaunaðri yfirvinnu vegna þess að það hefur metnað fyrir sínu starfi og það er auðvitað gott að fólk hafi metnað en ekki að það brennur út á þeim verkefnum. Sko. Við höfum heyrt að hérna verið að borðið grunnskólakennarar lýsa sömu stöðu þar sem þeir eru að reyna að búa til námsefni á eldursporinu heima þessu til þess að mæta fjölbreytileika nemendahópsins og fá ekki til stuðnings og það er dæmi kerfi sem er langvarandi fjársvelt og þá leiðir þetta þess að það getur svona hangið uppi á yfirborðinu en geta kerfana til þess að endurnýja sig og mæta nýjum áskorunum eins og er orðað að það hverfur. Er þetta vandamál háskólans? Það sem að Silja er að lýsa með kennsluna? Er þetta eitt af birtingamendum langvarandi ég segi ekki sveltis en svona þetta sé ekki fjármagnaða myndugleika? Já, ég vil alveg nota orða fjársvelti. Það hefur verið fjársvelti í háskólakerfinu mjög lengi. Það hefur verið fjárfest í háskólakerfinu. Það er ekkert
það er engin vafi það. Við höfum góðar hagtölur sem segja okkur það að við erum ekki að fjárfesta í háskólakerfi eins og samanburðarþjóðir. Afleiðingin af því sú að fólki sem vinnur í þessum stofnunum það þarf að hlaupa hraðar og sko við alltaf stærstu hlutin af þessari fjárfestingu í starfsfólki. Ef þú ert með verulega minna fjármagn þá þarf fólkið að hlaupa hraðar. Þetta er afleiðing, þetta er bein afleiðing. Þetta á við fólki í stjórnsýslu, þetta á við fólki sem að kenna í akademísku störfunum og rannsaka. Þetta á við í samvændi við nýliðun sem við sjáum mjög sterk merki það að nýliðun hefur minnkað. Við tölum til dæmis akademíska starfsmenn sem svona hefðbundnu stöðunar eru lektor, dósent og prófessor. Á síðustu 9 árum hafa þeir farið úr 600 í 633. Það er að segja 4% aukning. Þetta á 9 ára tímabili. Þannig að þetta eiginlega getur sagt að hafi staðið í stað. Þetta merki það að stofnunin í fjársvelti. Hvernig hefur háskólinn brugðist við auknum kröfum með menntun? Það hefur farið út í að ráða í akademísk störf, annars vegar stundakennara, sem mjög láglaunaðir, og hins vegar í störf sem kallast aðjúnktar, sem að þið hafa allt önnur kjör og aðgang til framgangs í kerfinu sem að þín klassísku akademísku starfsmenn hafa, þeir hafa það ekki í þessum störfum. Þannig að háskólinn viðbrögðin við þessu fjársvelti það að við erum ekki í nýliðun. Og þetta bitnar á gæðum starfsins, það ekkert vafamál. Þegar við erum að tala svona tölur, þá þurfum við bara að átta okkur á því að krónurnar sem eru að fara inn í háskólan, þær eru að fara til þessara að borga launin. Og þegar við gerum það fyrir mun færri krónur, það þýðir það að stofnunin getur ekki staðið undir því sem hún vildi geta gert. Til dæmis að stuðla að betri kennsluháttum. Nýjungar í kennsluháttum eru langflestar þannig að við erum að reyna að draga úr, hvað maður segja, fjölda stúdenta í samtalinu við kennarana hverjum tíma. Stundum erum við með stóra fyrirlestra en við erum með nýjum kennsluháttum að reyna að ná minni hópum saman til að geta elt samtal með ýmsum hætti og þetta ekki hægt þegar að starfsemin getur ekki þroskast og þróast með nýliðun sem við myndum vilja sjá. Þannig þetta bara beinar afleiðingar. Þannig við verðum alltaf að hugsa það að þegar við erum að fjárfesta þá fjárfestingin og leiðir til einhvers. Silja, ef að þetta samspil samfélags og háskóla og ef að það þannig að fjárveitingar til háskólan svona draga saman allavega miðað við þarfir, þá bendir það til þess að samfélagið upplifir ekki mikilvægi þess að fjárfesta í háskólan. Nei, nákvæmlega. Hvað gerist? Já, ég veit ekki hvers vegna þetta gerist til að byrja með, en þetta sannarlega bara afleiðing af langvarandi vanrækslu á háskólakerfinu og einhverju leiti kannski svona eimir eftir af svona þessari gamlu hugmyndum að það veri nú ekkert merkilegra en hvað annað að vera í háskólanámi, en hvort sem það merkilegra eða ekki þá það mikilvægt og þetta bara geiri sem að vanfjármagnaður og þarf að virkilega taka til í ef við ætlum að vera samkeppnishæf og það líka að við reiðum okkur á það að héðan fari okkar stúdentar í framhaldsnám erlendis og hingað til að þá höfum við geta treyst á það að þau komi vel undirbúin í það nám og geti bætt við sig og komið heim með bara viðbót og aukna breidd í íslensk samfélag og inn í íslenska akademíu. Og ef við erum komin á þennan stað þar sem við erum ekki með fólk sem eru stundaransóknir í kennslunni, heldur stundakennara sem eru fastir í því að endurtaka námskeið í staðan fyrir að byggja á sinni eigin þekkingu, aðjúnta 2 sem að eru með kennslubyrði sem langt umfram það sem eðlilegt getur talist og jafnvel fólk sem er með doktorspróf og verið tilbúið til að koma inn í þessi hefðbundnu akademísku störf. Það hefur ekki ráðrúm til að viðhalda sinni þekkingu sínu rannsóknum. Þannig að þetta dregur allt úr gæðunum hjá okkur og við viljum vera háskóli í fremstu röð og það þýðir að við þurfum að vera með fjármögnun sem að hjálpa okkur að ná því. Og þetta bara hvort okkar sem að fer í þetta verkefni. Þetta verður stóra verkefnið sem að býður okkar. Já, maður heyri það á fólki sem í stundakennslu í háskólanum að það vinnan metið þannig að farið undir þannig að þau farið ekki á svona formlega samninga og njóta raunverulega ekki þess sem að venjulegt launafólk á rétt á þess að veikindi og vinnumarkaðstengda réttinda. Og þá svona í einhverju harkakerfi sem svona svipað og pizzeríur eru að nota til þess að senda þetta kannski á ekki við háskólanum. Þetta skammarlegt. Þetta ekki eitthvað sem við eigum að sækjast eftir og Magnús nefndi tölu fjölgun, þetta litlu fjölgun
fastráðinna starfsmanna akademiskra. Á móti kemur að við höfum séð 50% fjölgun í hópi stundakennara. Og það er vinnuafl sem að háskólinn er að reiða sig á, sem er greitt langt undir það sem ætti að vera. Og þá mitt fólk sem að hefur ekki aðgangað, hefur ekki tíma til þess að vera sinna rannsóknum sem það jafnvel myndi vilja. Og það dregur líka úr tengingu stúdenta við deildir vegna þess að stundakennararnir ekki þáttakendur í deildastarfinu og deildirnar eru okkar mikilvægustu einingar þar sem að við erum að taka ákvarðanir hvað á að vera í kennsluskrá, hvaða námskeið við erum að kenna, hvaða stúdentum við mætum og hvernig og stundakennararnir ekki inn í því samtali þannig að þeir eru laustengdir og þá verða stúdentarnir laustengdir og allt grefur þetta undan þessu samfélagi sem við þurfum að vera. Þessi góður háskóli. Já. En af hverju, ég spyr aftur, af hverju þessi staða komin upp? Við þekkjum það svolítið í umræðinni að það svolítið verið að grafa undan ákvörðunum kerfisins sjálfs, hvernig það byggist upp, að það verði að vera beina fólki í tilteknar brautir, að það sé háskólinn sé að eyða orku sinni í því að mennta fólk á okkur tilteknu sviði. Ég veit ekki hvernig þetta byggnar oft á kynjafræðum, tekið sem dæmi það að ef að þið fáið bara peninga og forræði, að þá endi þið á því að eyða peningunum í tómavillessu. Ekki það sem að atvinnulífið þarf, ekki það sem að samfélagið þarf. Þetta svona umræða sem að og raunverulega vaxandi í samfélaginu. Ég held að við eigum að geta treyst unga fólkinu vel til þess að velja sér sína framtíð. Og ég ekki til vafi það að unga fólkið hefur sinn metnað og sína framtíð og ósköp einfaldlega fyrir að skoða samsetningu háskóla samfélagsins. Þá ekki neinar stórar skekkjur þar. Við getum deilt einhverja smávægilegar tölur í einni deild versus annari, en ég held við séum ekki með einhverja stórfelldar skekkjur í því hvað ungt fólk hefur metnað til að gera. Og ég skynja það heldur ekki kannski í menntapólitíkinni eða sé mikill þrýstingur á þetta. Þetta eru raddir sem koma einhvers staðar frá en ekki áberandi. Þannig að þetta held ég sé kannski ekki stóra málið, en við þurfum Þetta sé ekki að grafa undan trausti en við verðum að treysta unga fólkinu til þess að velja sér sína framtíð. Það kannski svona grundvallaratriði og við höfum að reyna að sinna unga fólkinu og uppfylla þeirra þarfir hvað menntun varðar og á sama tíma þurfum við að fjárfesta í unga fólkinu, við þurfum að fjárfesta í háskólana sem þau eru að ganga í og við þurfum að fjárfesta í því að þau geti helgað sér náminu með öflugum styrkja og námslánakerfi í menntasjónum. Þetta allt spurning fjárfestingar, hann að fjárfesta í framtíð. Og ég held að við háskólafólk erum ekki að segja að við eigum að fjárfesta í háskólum frekar en til dæmis iðnmenntun. Iðnmenntun gífurlega mikilvæg fyrir okkar samfélag. En þetta ekki spurning það að við séum að deila það að fara í háskóla frekar en iðnmenntun. Iðnmenntun skiptir miklu máli líka. Heldur þetta spurning þjóð sem tilbúin að fjárfesta í framtíðsinni og þarna höfum við hvað háskólana varðar höfum við vanfjárfest og þetta eru afleiðingar sem við þurfum að huga að og þetta eru hlut sem við þurfum að tala við samfélagi. Ég held að samfélaginu svona í heilsinni þykir vænt háskólan. Ég er ekki á þeirri skoðun að samfélagið líti niður á háskólamenntun. Ég held að megin þorri fólks þykir vænt háskólan en ég held kannski að samfélagið átti sig ekki alveg á því hvernig við erum að fjárfesta og þetta kannski við margt í okkur opinbera kerfi að við höfum á síðustu árum færst svolítið frá því að fjárfesta í þessum innviðum sem samfélagið okkar við þurfum að muna það heilbrigðiskerfið, menntakerfið velferðarkerfið hefur verið í armi hins opinbera ekki vegna þess að okkur sama það heldur okkur þykir vænt þessi kerfi. Við viljum tryggja jöfnuð í aðgengi þannig að ástæðuna fyrir því að hið opinbera treyst fyrir þessu ekki vegna þess okkur sé sama það heldur af því okkur þykir vænt það. Og við þurfum að tala virðingu til fólks það að við þurfum að fjárfesta í þessu og þau þurfum að átta sig á innihaldi og gildi þessa fjárfesta í þessu því þetta fjárfesting til framtíðar, hún skilar sér þegar þetta lengri tíma litið. Þannig að þetta okkar hlutverk. Við þurfum að skýra þetta út og að virðingu við fólk og samferðingarkrafti og dálítið passion fyrir þessum störfum sem við erum að gegna og þá ég ekki vafa það að við förum að fá meðbyr í seglina því að
við höfum mjög sterk rök. Þau eru talnanleg og þau eru líka ákveðin bara gildismat fjárfestingu til framtíðar. Silja, ég ætla ekki að gera mikið úr þessu svona naggi en ég samt vilja ræða það vegna þess að einhver leyti mætti segja það sem að Magnús að segja að það vanti eiginlega svona farveg fyrir svona heilbrigðari umræðu háskólasamfélagið og þegar það ekki að þá verður naggið svolítið svona hávært og stundum finnst mér að það hafi áhrif bara á hvernig stjórnmálinn tala það og kannski ástæða fyrir því að háskólinn ekki á svona dagskrá stjórnmálanna en einu ráði. Já, gæti verið. Ég held að við þurfum líka bara að átta okkur á því að fólk ekkert alltaf að hugsa hvaða gagn menntun það skerði og við heyrum til dæmis, einmitt, þú nefnir stjórnmálin. Við horfum á og segir, býtu, hvaða menntun hefur þessi til að gegna þessu starfi? Þú kemur sem dýralæknirinn í fjármálaráðuneytið eitthvað þess að við munum alveg svona umræður. Og fólk ekki að horfa á hvað það sem þú lærir í háskóla. Þú átt að læra gagnrýna hugsun, þú átt að taka hana með þér. Og þessi áhersla sem stjórnvöld eru stundum að setja eins og það núna mikið sagt að við þurfum að auka STEM-menntun. Það eru þessi raunvísindi, science, technology, engineering og math bara að það þurfa að fókusera á það og það eitthvað svona já, því það eitthvað já, raun og veru ekki heilbrigðisvísindi einu sinni heldur þú veist, þetta eru þessi svona verkfræði náttúruvísindi kannski og þá einhver hugmyndum að þetta séu hlutinni sem gagnast atvinnulífinu eins og það skilgreint. Hvað stærsta breytingin á samfélaginu okkar núna á síðustu kannski 2 árum? Gervigreindin. Hvar væri hún ef ekki væri fyrir málvísindi? Og við hugsum ekki málvísindi sem hluta af þessu. Við þurfum að átta okkur á því, þú veist, það er samhengi þarna á milli og hvað sem þú ert búin að læra, þá eitthvað sem þú tekur með þér hvernig þú lærir. Og það svo mikið sem hlutverk háskólana. Og þess vegna þurfum við ekki bara að verja, heldur við þurfum að sækja fram í að vera með menntun sem að til dæmis á sviði hugvísinda, þar sem að heimspekin, kannski svona móðir allra fræða, það grundvallar fag. Mikael Karlsson, gamall kollegi úr heimspekinni, hann sagði alltaf að hann þekkti enga atvinnulausa heimspekinga. En það mjög ráðandi hjá ungu fólki að finna það til dæmis á háskóladaginn þegar fólk að koma, ungmenn að koma og skoða hvað geta þau lært og þá spyrja þau gjarnan, hvað get ég orðið? Og það okkar verkefni að hjálpa þeim að sjá að það ekki starfsheitið eitt og sér, heldur að það grunnurinn sem þú ert að læra. Þú ert að læra að hugsa, þú ert að læra að meta gögn, þú ert að læra að skrifa, tjá þig og það þetta sem á að skila þér áfram í lífinu. Og þetta skilaboðin sem við þurfum að fá inn í samfélagið að við bætum samfélagið með því að vera með góðan háskóla. Og líklega endurspegla, líka í vali stúdentana fjárhagslegir þættir sem endurspegla hugmyndir atvinnulífsins og samfélagsins. Já, hvað get ég orðið, hvaða vinnu fæ ég og þau sjá ekkert alltaf og ég man alveg eftir að hafa verið þarna 18-19 ára og hugsað bara hvað ger ég með stjórnmálafræði? En ég bara veit að ég hefði aldrei viljað fara aðra leið. Þetta nákvæmlega það sem að ég vil vera og vil vinna við. Lánasjóðurinn sem heitir Menntasjóður í dag, hann ekki nógu virkur, ég held að sé bara engin vafi það, að hann ekki svo stuðningur við fólk af efnavinnu heimilum sem ætti að vera og tryggir þar hann ekki jafnrétti til náms, þar sem að fólk af efnavinnu heimilu þarf þá frekar að vinna með námi heldur en aðrir sem ekki það sem er lagt upp með uppalega. Ég veit ekki hvort að þetta sé verkefni háskólans eða stúdentarhefingarinnar eða stjórnmálana en einhvern veginn hefur þetta hörna svona niður á kannski 15-20 árum. Þetta verkefni háskólasamfélagsins. Þetta háskólasamfélagið. Við erum þarna, þetta dæmi það þegar hið opinbera að fjárfesta í menntun. Menntasjóðurinn tæki sem við notum til að gefa ungu fólki tækifæri til að mennta sig. Þegar fólki komið á háskólastig þá eigum við ekki að ætlast til þess að þau séu ennþá á framfærslu foreldra sinna. Og við þekkjum það bara sjálf þegar við hugsum aftur í tíman að við vildum ekki vera á framfærslu foreldra okkar langt fram undir 30, eitthvað þvíunlíkt. Þannig að þetta tæki hins opinbera til að tryggja það að fólk geti fjárfest í þessu mikilvæga hlutverki sem menntun. Fjárfesting samfélagsins þetta ekki enganleg fjárfesting. Nei, þetta fjárfesting samfélagsins í framtíðinni. Þess að við talum við erum að fjárfesta í framtíð. Og unga fólkið
framtíðin. En hefur háskólinn eitthvað stefnu í þessu máli? Já, Hefur hann lagt til eitthvað lánakerfi eða styrkjakerfi eða? Ég held að háskólinn hafi verið of þögull með þetta mál. Þetta hefur lengst að verið litið á sem hagsmunamál stúdenta. Strax og ég lagði að staði þetta ferli áttaði mig á því að þetta væri lykilatriði í háskólaumræðu að við þurfum að standa saman í þessari baráttu, stúdentar og háskólar og háskólasamfélagi. Þetta hluti af háskólasamfélaginu þessari fjárfestingu. Við þurfum að vera bandamenn stúdenta í þessu því það ekki bara fyrir hagsmuni hvers einstaklings heldur sem eru mikilvægir, heldur þetta líka hagsmuni samfélagsins, háskólasamfélags að við séum með til dæmis nám þar sem að allir eru að taka þátt í náminu með jöfnum hætti þegar við sömu tækifærin til þess. Þetta jöfnunartæki en þetta líka tæki til þess að tryggja það að fólk geti sinnt náminu af þeim krafti sem það þarf. Því háskólanámi full vinna og rúmlega það. Við erum ekki talað það að fólk geti ekki unnið einhver aukavinnu með en að það sé orðið eðlilega að fólk sé að vinna mikla vinnu til að framfleyta sér. Það bitnar á náminu, það bitnar á starfinu innan skólana, þannig að þetta hagsmunamál háskólans og stúdenta og fólksins sem á bara þannig aldri að það þarf að hafa félagslíf og stundum fjölskyldulíf og eitthvað verða að vera í fullri vinnu og í námi. Þú kemur út úr náminu með því að fjárfest minni tíma í að helga þig náminu. Þannig að þú ert ekki með mikla þekkingu eins og þú myndir hafa ef þú hefðir tíma til að geta sinnt náminu betur. Þetta bara óhjákvæmilegt, en þetta grundvallaratriði að háskólasamfélagið standi með stúdentum í þessari miklu og nauðsynlegu réttindabaráttu. Svo bara á að háskólinn að leggja til, hafa frumkvæði í því að forma námslána styrkjakerfi? Ég held að það sé nú ekki verkefni háskólans að formúlera það, heldur það verkefni stjórnvalda. En háskólinn á sannarlega að taka þátt í því og styðja við hagsmunabaráttu stúdenta hvernig kerfi gagnist þeim best. Og við sáum það nú á kynningu sem við fórum á bæði í upphafi kosningabarátturinnar hjá stúdentum að þau eru með tölur það að það er ekki nema 40% stúdenta sem að nýta sér menntasjóðinn og það eru auðvitað hluta til vegna þess að framfærslan of lág og vegna þess að frítekjumarkið of lágt. Þannig að það borgar sig ekki fyrir þau að fara að sækja sér þetta fé. Og svo sáum við í hagræðingartillögunum að pakkanum sem kom þaðan frá nefndinni núna daginn að þarna liggja 30 milljarðar og snertir sem ekki í höndunum á stúdentum. Þannig að ef að stúdentar gætu lifað á námslánum svona nokkurn veginn að þá værum við nákvæmlega með betra samfélag sem það sem að gerir menntunina betri og gerir stofnunina betri. Það er samfélagið inn í háskólanum, þessi fjölbreytilegri hópur. Og þetta auðvitað, ég veit að ég sjálf hefði aldrei farið í gegnum langskólanám ef ekki hefði notið við stuðnings frá lánasjóðnum sínum tíma. Og það er mikill munur á því kjörin sem að ykkur bauðst, því hvort þið tóku lán, heldur en krakkarnir sem eru í dag. Algjörlega, og þetta þú veist, og það að við séum að fara í raun og veru aftur á bak frekar en við sem að bæta kjörin þegar að það er orðin krafa á ungmenni að vera með í raun og veru BA-próf sem að kannski var stúdensígildi þess sem að var krafan stúdenspróf fyrir mína kynslóð sko. Þannig að við verðum að skapa aðstæður þar sem að þau geta verið í námi og geta sinnt því. Það er líka þá að ef þú kemur af efnameira heimili að þá getur þau verið í náminu ótruflaður af áhyggjum, af fjárhagsáhyggjum. Það náttúrulega skapar þér alltaf aðrar forsendur til þess að ljúka námi og standa þig vel. Þannig að samkeppnishæfnin líka bara fyrir þau sem að þurfa að vera að vinna, að hún minnkar og tækifæri til þess að fara í alls konar starfsnám og fleira. Þetta er bara gríðarlega mikilvægt og þetta er sama líka með kjör starfsfólks. Þetta er auðvitað ekki verkefni rektors sem slíkt, en það er verkefni rektors að standa með þessum hópi í sinni kjarabaráttu og alveg eins og það er verkefni að standa með stúdentum í þeirra kjarabaráttu. Ég spyr svona vegna þess að hagsmunasamtök fyrirtæki og fleira veigra sér ekki við það að leggja fara tillögurnar fram fyrir stjórnvöld. Líklega í búastu því að stjórnvöld hafi ekki aflið til þess að móta þetta sjálf, þannig ég legg bara hverju gerir þetta ekki bara sjálf. Þarna myndi ég segja að það væri stúdentar sem ætti að leggja fram, en auðvitað ættum við að styðja við þau að þróa og móta þær tillögur. Þú nefndir umræðum STEM
gagnrýningarnar sem var svolítið kannski það síðasta sem maður heyrði í svona almenni pólitísku umræðu háskólan. Þar áður var svolítið að háskólinn ætti að stefna því að verða einn af, ég man ekki hvað markmiðið var, einn af 100 bestu háskólum. Var það ekki talað það? Hann hefur ekki náð því. Nú erum við fámið þjóð, við erum jafn mörg og íbúar í Cardiff ekki oft sagt. Ég veit ekki hvað háskólinn öflugur þar. Þekki ekki Cardiff. En er þetta raunhæft að við getum byggt upp öflugan og breiðan háskóla á Íslandi sem að raunverulega býður upp á nám og rannsóknir sem að standa samanburð við það sem að tíðkast hjá? Já, að við eigum háskóla sem er einn af 100 bestu, það er umdeilanlegt hvort við náum því. En við eigum að hafa metnað fyrir því og við þurfum bara átt okkur á því að fjárfesting hér í háskóla, hún skilar alveg sömu endurkomu eins og fjárfesting í Noregi, í Svíþjóð og í Danmörku. Við erum með minna samfélag, þannig að hlutfarslega það er auðveldara fyrir Háskóla Íslands að hafa áhrif á samfélagið heldur en einn háskóla í stóru samfélagi. Þannig að þetta er allt bara spurning um hlutföll og við vitum það alveg að fjárfesting í háskólasamfélagi og fjárfesting í rannsóknum skilar sér. Það er ekkert vafamál. Það er marg búin að sýna fram á það og það er ekkert sem segir það að fjárfesting í íslensku samfélagi skilir sér eitthvað minna. Þannig við erum ekki að segja það að við eigum að hegða okkur eitthvað öðruvísi heldur nágranna þjóðir okkar heldur, við eigum að hegða okkur eins og það gera hvað þetta varðar. Því það eru engin rök sem segja það að fjárfesting í menntun á Íslandi skilir sér ekki. Það er ekkert sem segir það er ekki spurning stærð samfélagsins heldur aðferðafræði. Háskólamenntun, hún skilar sér. Rannsóknir skila sér alltaf lengri tíma en við vitum það hefur marg verið sýnt fram á það að fyrirtæki þau hafa ekki langtíma hagsmuni eða forsendur að fjárfesta í rannsóknum sem að hafa, hvað getum við sagt eins og grunnrannsóknir. Það er staðreynd þetta viðurkenna öll samfélög, meira að segja Bandaríkin. Viðurkenna þetta að hafa átt að segja á því að þið opinbera þarf að stíga þarna inn á fjárfesta. Því þetta eru hagsmunir samfélagsins alls. Og hitt atriðið er að rannsóknina þurfa að teygja sig inn í alla geira samfélagsins að því við viljum sjá framfarir í öllum geirum samfélagsins. Og þetta er hlutur sem við höfum mjög í okkar, vísinda og háskólapólitík, við höfum missjónar af því að samfélagið er miklu meira heldur en bara fyrirtækin í landinu og nú er ég ekki að mæla gegn fyrirtækinum í landinu heldur bara að benda á það að þeir eru einungis einn geiri og við þurfum að horfa á háskóla, nýsköpun og rannsóknir, menntun í tengslu við samfélagið allt. Menningu, við tölum til þess við fólk í söfnunum. Þeir tala það að þeir séu ekki bara að hafa safn til þess að hafa það opið ykkur okkur tíma heldur þetta rannsóknarstofnanir. Og þetta eigum við að hugsa það að fjárfesting í öllum þessum geirum að þar séum við með rannsóknar og þróunarkostnað til þess að gera þessa geira samfélagsins betri og sjá framfarir á þeim. Og Háskóli Íslands tengist öllum þessum geirum samfélagsins og við þurfum að sjá það að þið opinbera sé að fjárfesta í rannsóknunum í öllum geirunum og þá mun háskólinn vera góðu partner, ég lofa þér því, það er metnaður þarna og það er alveg ljóst, það er marg búin að sýna fram á það að þessi fjárfesting, hún skilar sér í betra samfélagi, hún skilar sér í, í framförum, í þjónustu við til dæmis í velferðarkerfi, í heilbrigðiskerfi og í menntakerfi. Þannig að þetta er ekkert, þetta er engin gefiðsindi. Þetta er bara óskum einfalt, þetta eru staðreyndir. Ég ætla að spyrja af þessum úrtöluhól sem ég ákvað að standa á. Að við erum náttúrulega lítið samfélag og það er ekkert gefið að við getum haft háskóla sem bara vex og dafnar eins og væri í stærra samfélagi og þið takja undir það er ekki þannig að fólk sem er á stórþjóðum séu stórmenni og við lítilmenni lítið þjóð. En það hlýtur að vera einhvers staðar og ég kannast bara við það svona úr bara tala einkenni íslenska menningar að stundum að tala að veri styrkur að fólk færi og sótti sér nám út allan heim og kæmi aftur og ég fyrir háskóla væri sérstaklega góður að því leiti að það kæmi fólk víða. En ég bara verið, hvað er ekki einhvers staðar svona mörk eða eitthvað sem við þurfum að taka ákvarðanir vegna þessara stöðu að við viljum hafa stóran öflugan háskóla en erum fámið þjóð. Já, ég held að það sé bara gott að setja sér háleit markmið og hvort sem að við náum nokkru sinni inn á topp 100 eða ekki, að þá er gott að við stefnum á það að vera bæta okkur
og við notum einhvers konar viðmið til þess að meta starfið okkar og sjá hvort að við erum að hreyfast í jákvæða átt eða neikvæða á þessum ýmsu mælikvörðum, og það margt sem skoðað. Það sjálfbærni, það staða kynja, það rannsókna virkni, það styrkjaöflun og það hróður skólans. Hvernig hann talaður hann í alþjóða menntakerfinu og þá skiptir máli að við séum með alþjóðlega stúdenta sem að fara aftur til síns heima og tala hlutina sem við erum að gera hér. Þannig að þetta allt saman hlutir sem að skipta máli. Síðan erum við lítið samfélag og við erum sérstaklega smátt málsamfélag. Þannig að skiptir ofboðslega miklu máli að við sem þess að breyta í grunnnáminu. Þar sem við erum að kenna stúdentum að hugsa allt sem fyrir ber á íslensku. Það skiptir líka máli bara í grunninn. Þannig að við séum að kenna þeim hugtök, geta rætt flókin mál, að geta tekið á móti sjúklingum, að geta sinnt fólki, þannig að þau geti átt þetta samtal, ekki með einhverjum slettum endalaust, þó að ég ekki að því að sletta líka, en að við höfum þennan kjarna saman. Og þetta eitthvað sem bara þess vegna skiptir Háskóli Íslands og Háskólar á Íslandi, þess vegna skipta þeir máli, og það skiptir máli að við séum ekki að fókusera á þröngt skilgreindar þarfir atvinnulífs, heldur á þarfir samfélagsins í heildinni. Og þess vegna þurfum við að vera með áherslu á fámennar greinar sem allt frá efnafræði yfir í ítölsku og allt þar á milli. Alveg eins og við erum með áherslu á svona stærri greinarnar sem að skila okkur starfsmenntuðum einstaklingum sem að fara í svona löggildar starfstéttir. Þannig að við þurfum að vera með þetta allt saman til staðar, og við þurfum líka að vera með tækifæri fyrir fólk til að fara í skiptinám og eða að sækja sér framhaldsnám út í heim. Vegna þess að það ég alveg sammála, það var eitt af því sem að mér fannst alveg stórkostlegt að koma heim í Háskóla Íslands, var fjölbreytileikinn. Það sem að ég hefði verið í Bandaríkjunum, það voru örfáir sem ekki voru með bandarískar gráður, það voru líka auðvitað miklu fjölbreytilegri, lært í ólíkum skólum og svona, en að koma heim þar sem að fólk var með menntun frá Svíþjóð, Noregi, Danmörku, Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi og víðar, vegna þess að þá kemur það úr ólíku fræða samfélagi og gerir kröfu á að við tölum saman þú gerir þetta svona, af hverju, hvað betra að verra við það heldur en hvernig ég gerir þetta, og þannig að þetta skapast ákveðin svona kraftvirkni í samfélaginu, í fræðunum og okkar samtali, sem algjörlega ómetanlegt. Það lífið eiginlega mest þar sem að ólíkir heimar mætast. Já, einmitt. Við erum líka með að við erum á mismunandi námstigum, erum við að sinna ólíkum hópum. Í grunnnáminu eru kannski fyrst og fremst að sinna íslensku samfélagi. Við erum ákveðna greinar eins og íslensku sem annað mál sem sinnir þarna öðrum hópi, en við erum svona í grunnnáminu að sinna mestuleyti íslensku samfélagi. Í meistar- og sérstaklega doktorsnáminu þá það allt annað. Við erum þar með mjög alþjóðlegt samfélag. Við hvetjum okkar nema til að fara áfram út í doktorsnám, en við erum líka að fá hingað fólk allstaðar á heiminum, og þetta auðgar okkar samfélag. Þetta eru hlutir sem í okkar nágrannasamfélögum litið á sem mikill akkur í háskóla að hafa góð rannsóknarnám sem dregur að hæfileikaríka einstaklinga allstaðar á heiminum. Og vonandi ef við búum þeim góðan umbúnað hér og aðbúnað hér á Íslandi, þá erum við að fá hér inn mjög, hvað maður segja, þetta mikil verðmæti fyrir okkar samfélag. Þannig að doktorsnámið mjög alþjóðlegt og það á að vera það, og doktorsnáma á ekki vera skilgreint þannig að við séum að búa til doktorsnám til að geta mennta alla Íslendinga sem vilja yfir doktorsnámi. Þar þurfum við að hugsa allt öðruvísi það hvernig við erum að skipuleggja út frá þörfum samfélagsins. Þar það ekki það að geta sinnt doktorsnámi fyrir alla Íslendinga, heldur það vex upp kannski á fræðilegum styrk í mismunandi fræðagreinum, og þar erum við að fá inn við tökum jarðvísindi sem dæmi. Við höfum alveg einstakar aðstæður hér, og hér flykkist að fólk allstaðar á heiminum sem vinna með íslenskum jarðvísindafólki. Og þessir aðilar koma hingað, margir þeirra setja sér að, sumir fara annað og bera hróður Íslands út aftur. Þannig að þetta dæmi það hvernig háskólasamfélagið ekki bara að horfa inn á við, heldur erum við í þessu alþjóðlega samtali, og við erum að auðga samfélag okkar með þessu. Ég ætla samt að spyrja hvort það sé ekki einhver mörk, eins og þetta í heilbrigðiskerfinu, að þá
erum við ekki að skipta lifur hjá fólki held ég. Heldur gerum við samning við Karolinska eða eitthvað. Ekki eitthvað svona sem háskólinn getur gert að segja bara, já við til þess að nýta peningana betur og við þurfum að gera svo mikið fyrir Íslands samfélag hérna á þessum stigum og hérna við erum best í einhverju eða þú veist getum orðið best í jarðvísindum og eitthvað fleira. En við ætlum bara að gera samning við Kaupmannahafnarháskóla efnafræði. Já, við eigum sko til þess jú, rektor á ekki takk. Ég er svolítið hekk ykkur að því að þið segja að við gera allt saman Gunnar, rektor ekki að ákveða hvað verður rannsakað. Heldur, það vex náttúrulega úr starfi fræðamannana sem innan stofnunarinnar. Þannig að það náttúrulegur vöxtur og það eru, við tökum bara eins og ég nefndi jarðvísindin, það er eðlilegt að þarna séum við, að því við sitjum hér á tilraunastofu sem eru bara Ísland og sem eldfjallaland. Þannig að þarna verður náttúrulega vex upp og síðan getur það jafnvel komið á óvænt að það eru ákveðnir hópar sem bara fyrir algjöra tilviljun vaksa upp og geta mynda öfluga rannsóknarhópa, þá rektor ekki að taka ákvörðun það á hvaða sviðum þetta gerist, heldur á þetta að vaksa náttúrulega upp og samfélagið á bara fjárfesta í rannsóknum, nýsköpun og við höfum ekki ákveða fyrirfram það á hvaða fræðasviði það vex upp náttúrulega. En við þurfum að sinna grunnnámi fyrir samfélagið okkar en í doktorsnáminu það það miklu dýnamískara byggt á svona náttúrulegum vexti byggt á styrkleika mismunandi fræðasviða og svo framvegis. En við erum með á öllum fræðasviðum, 5 fræðasviðum erum með öfluga rannsakandi þar allstaðar en við höfum ekki ákveða í smáatriðum ákveða sviðum. Það ekki hlutverk rektors. Nei. Þannig að það sé bara þú vilt þá ekki nefna eitthvað sem að háskólinn ekki að gera. Nei, en við þurfum að vera í bara virku samtali það hvað það sem við erum að gera. Hagfræði til dæmis býður ekki upp á meistaranám. Þau eru með litla námsbraut í grunnnámi, þau eru með nokkra doktorsnema, en þau hafa metið það sem svo að það sé ekki hagkvæmt fyrir þau að halda úti meistaranámi vegna þess að þau eru ekki með mannskapinn eða fjölda nemenda til þess að reka meistaranám. Þetta er búið upp á svo fjölbreytilegt nám að það myndi duga. Þau geta, ef þú vilt fara í framhaldsnám í hagfræði, þá eftir strax eftir grunnnám, þá ferðu til útlanda. Ef þú vilt koma í doktorsnám, þá getur þú skoðað að koma heim eða þá að erlendir nemar koma hingað. Og þetta er bara samtal sem við þurfum alltaf reglulega að vera í. Þurfum við að vera með allar þær námsleiðir í boði sem við erum með. Í minni deild höfum við fengið athugasemdir þegar við förum í gegnum úttektir við sem við of margar námsbrautir á meistarastigi og við höfum farið og tekið til í því og sameinað línur vegna þess að við þurfum líka að hugsa bara við sem að nýta peningana sem við höfum á sem skilvirkastan hátt og ég veit að það er erfitt ofta vera fyrir utan háskólan og átt að sjá því að reyna að skilja kostar eitthvað meira að bjóða upp á nám í Evrópufræðum og alþjóðasamskiptum heldur en bara í alþjóðasamskiptum. En bara það að vera með skilgreinda námslínu er ákveðin kostnaður. Þannig að við höfum til dæmis tekið þá ákvörðun að vera ekki með Evrópufræði heldur bara með alþjóðasamskipti vegna þess að það er hagnýtari lausn fyrir okkur og dregur mjög lítið úr tækifærum okkar stúdenta til að stunda nám á þessum sviðum. Við erum með valnámskeið sem eru fókusir á Evrópu og ef þú vilt algjörlega leggja Evrópufræðin fyrir þig, þá er valkostur að fara til útlanda. Farðu til Evrópu. Já, til dæmis. Nei, og þetta er samtal sem við þurfum alltaf að vera í og allar námsleiðir þurfa að skoða. Ef það dregst saman aðsókn í námið, er eitthvað sem er eða er þetta nám kannski ekki lengur mikilvægt, þarf að beina sjónum eitthvað annað. Og sumt auðvitað verðum við að gera, við verðum að þjálfa hérna lækna sem eru tilbúnir til að vinna á Íslandi. Við verðum að hafa hjúkrunarfræðinga, við þurfum að vera með fólk sem er inn í ákveðnum stéttum. En margt annað getum við sagt, hér ætti bara fólk að kíkja í það að fara til útlanda. Ég fór sjálf erlendis í BNA vegna þess að ég vildi læra alþjóðastjórnmál og þau voru ekki boðið á grunnstigi og ekki enn. Oft verður út úr samfélaginu verða svona tengsl við tiltekna háskóla og skiptinám sem að býður fólki upp á að sérhæfa sig í greinum sem að kannski ekki boðið hér og þarf ofta ekki mikið meira heldur en 1 ár til að styrkja það. Háskólinn í samkeppni náttúrulega opinbert fé við margt en undanfæri finnst mér samkeppnin hafa því að við svolítið verið að tala svona áherslur á grunnrannsóknir og að rannsóknir innan háskólans borgi sig og það sé hægt að benda á endalausar rannsóknir sem að sýna fram að það. En hins vegar hefur aukningin eða hefur verið tilfærsla á
fé sem að varðið hefur verið til rannsókna verið frá opinberum þáttum, ég veit ekki hvort það hefur verið tekið úr háskólanum en við þekkjum að nýsköpunarmiðstöð og fleira hefur verið skert á sama tíma og fyrirtækjum boðið upp á skattaafslátt sem hafa sótt og ég held að síðasta tala hafi verið eitthvað 17-18 milljarðar sem að fyrirtækin hafi sótt sem raunverulega styrk til rannsóknar og þróunar. Þetta er vísindapólitík. Þetta er þessu köllum vísindapólitík og það var fyrir svona til 10-15 árum vaknaði mikil umræða nýsköpun í landinu. Vísinda- og nýsköpunarráð lagði til ýmsar tillögur, síðan þegar koma framkvæmdinni þá var pikkað út ákveðnir hlutir. Alltaf þegar verið að leggja vísindapólitískar ákvarðanir það hvernig við ætlum að stuðla að rannsóknum og þróun í öllum okkar nágrannasamfélögum þarf að skipta kökunni þannig við séum að fjárfesta í öllum geirum samfélagsins, þannig við sjáum nýsköpun í öllum geirum og grundvallaratriðið að við erum að fjárfesta í háskólanum því þeir eru grunnurinn að því að mennta fólkið. Í okkar nýsköpunarstefnu höfum við séð þess merki, við skoðum núna síðustu 10 árum tölur frá Hagstofunni, það var aukist 50% rannsóknar og þróunar fjárfesting íslensks samfélags miðað við landsframleiðslu, 50% úr tæplega 2% upp í tæplega 3%, mjög jákvætt, en ef við horfum á hver á vísindapólitíkina bak við það var að nota endurgreiðslur og skattaafslætti til fyrirtækja og ég er ekki að mæla gegn því að það geti verið ein leið en það var eina leiðin sem var valin og við sjáum það að háskólar og aðrar opinberar stofnanir það er alveg flöt lína öll aukningin, þessi 50% aukning hún er öll að fara til fyrirtækja og aftur ég er ekki að mæla gegn því að fyrirtæki stundir rannsóknar og þróun það er mjög mikilvægt en þarna er vísindapólitíkin verið mjög einhliða. Háskólinn held ég hafi ekki verið nógu góður talsmaður þarna og ég held að ofta tíðum í opinbera kerfinu er svolítið erfitt að stunda svona lobbyisma en lobbyismi það er að segja að þú ert bara að berjast fyrir þeim hagsmunum sem þér er andum og ég held að háskólinn þarna hafi sofnað svolítið á verðinum. Vísinda- og nýsköpunarráð er mjög öflugt stjórntæki en síðan er það stjórnvöld sem útfæra það og tillögur vísinda- og nýsköpunar vísinda- og tækniráð sem þá hét hunsaði margar tillögur sem snéru að háskólanum og opinbera kerfinu en valdi út tillögurnar sem voru til fyrirtækja. Þannig að þetta er dæmi pólitíska forgangsröðun þar sem að við sofnuðum á verðinum og við höfum séð mjög einhliða aukningu í einum geira samfélagsins. Þetta hafa verið rangar ákvarðanir? Já, ég tel að þetta sé af hinnu slæma skoð. Það er alveg augljóst að fé sem að settir inn í fyrirtæki að það er ekki samskonar eftirlit með því eins og er með fé sem að kemur til eins opinbera og til opinbera stofnana eins og Háskóli Íslands. Og að auki þá vitum við að þeir sjóðir sem að við getum sótt í fyrir utan skólan að þar þurfum við að fara í gegnum stíft jafningjamatt á okkar verkefnum til þess að þau fáist fjármögnuð og jafnvel verkefni sem að fá hæstu mögulega einhvern eru talin úrvalsverkefni fá ekki fjármagn og þarna er mjög ógegnsætt ferli hvernig er sótt hvernig er matið og meira og minna virðast eiginlega allar umsóknir svona endurgreiðslu fara í gegn. OECD hefur bent á það hvort það yfir því að það sé ekkert aðhald. Nei, nákvæmlega, það er ekkert aðhald og við horfum á upphæðirnar, þú nefndir hérna milli 15 og 17 milljarðar sem ég held að sé næri lagi ef ég man rétt, að háskólinn fær 27 milljarða frá hinu opinbera í sína starfsemi. Þetta er hálfur háskólinn, rúmlega. Hugsaðu hvað þyrfti í raun og veru lítið til þess að koma til móts við, lítið af þessu til að koma til móts við þarfir háskólans. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að hugsa bara hvernig erum við að hugsa vísindi, hvað er það sem eru rannsóknir? Eru það virkilega bara verkefni meira og minna sem eru á vettvangi enga fyrirtækja eða eru það grunnrannsóknar sem að eiga sér stað miklu fremur inn í háskólakerfinu og þetta stór hluti af þessu myndi ég vilja sjá að kæmi til háskólastigsins og eitthvað af þessu myndi ég vilja sjá fara í samkeppnissjóði. En þetta er pólitík og við höfum heyrt það og það ómar samfélagið að verðmæti verði til í enga fyrirtækjum og sér sóað og opinberum starfsmönnum þeir þekkja. Já, það er sko heilu stjórnmálaflokkarnir sem keyra á þessari hugmynd. Þegar að
ríkisstjórnin 2017 var stofnuð, þá var mynduð, þá var nú sett fram að þetta blása til stórsóknar í málefnum háskóla og þá var sett fram talan að 1 króna sem fær í háskóla skapaði 8 í atvinnulífinu, í hagkerfinu. Þannig að ef við erum bara nálægt þeirri tölu, þá það ekki, það ekki verið að sólunda opinberu fé með því að setja það í háskólastarfsemi, það verið að auka það. Þannig að þetta eitthvað sem að stjórnvöld ættu bara að hlusta á sína eigin niðurstöður og greiningar og fara eftir vegna þess að háskólar eru bara með mikilvægustu stofnunum og innviðum í íslensku samfélagi og það þar sem við þurfum að efla það en ekki grafa undan. Ég má byrja hérna með núna því að ég bara neyðist til þess að ég byrjaði alltaf með málið við að þér og reyndi aðeins að snúa í við. Hérna varðandi svona samkeppni peninga og svona hugmyndur að verði til frekar verðmæti í einkafyrirtækjum heldur en hjá hinu opinbera sem að einhver leyti hefur leitt til þessa sem þau voru að lýsa. En það líka svona, finnst manni vera átök bara hörð átök þekkinguna í samfélaginu. Og einhver leyti held ég að háskólinn standi bara svona í almennu umræði, hafi minni áhrif í almennu umræði heldur en var kannski fyrir 20, 30, 40 árum. Og meira núna svona þetta kallað alls konar hlutum, bara óreiða, upplýsingóreiða og eitthvað meira. Það sem eitthvað sem kemur út úr rannsóknum í háskólanum jafngilt og það sem einhver grípur bara kannski svona menn eins og ég bara í einhverju podcasti þegar ég jafngilt því sem hefur verið dregið fram í rannsóknum. Háskólinn hlýtur að standa einhverjum svona tímamótum að samfélagið, stóra samfélagið, það er að breyta svo hratt að það ekki gefið að háskólinn haldi sínum sessi og ég held að sé ekkert ljóst heldur hvernig hann á að bregðast við. Nei, þetta gríðarlega mikilvægt verkefni og eitthvað sem við verðum að vera bara mjög vakandi fyrir sem samfélag, að það sé ekki verið að halda á lofti falsfréttum og auka upplýsingaóreiðu bara mjög mikilvæg mál eins og loftslagsbreytingar og smitsjúkdóma og viðbrögð við þeim. Þannig að þetta það sem við erum að sjá gerast bæði austanhafs og vestan, það sem að vera að grafa undan þekkingu, banna notkun ákveðna hugtaka, meina fólki að rannsaka málefni sem að varða loftslagið til dæmis, allavega ekki fyrir opinbert fé, við erum að horfa á með stærstu og ríkustu menntastofnunum í Bandaríkjunum, bugta sig og beygja fyrir kröfum alríkisins þar að nota ekki bara ákveðnar hugmyndir. Þetta eitthvað sem að háskólasamfélag verðum að vera ofboðslega vakandi fyrir og þess vegna hef ég einmitt talað fyrir að við þurfum að verja akademískt frelsi og við þurfum að sækja til í raun og veru aðferða aktivista sem eru vön því að þurfa að stíga inn í þegar fólk verður fyrir ofsóknum. Við höfum séð ég á sjálf kunningjakonu sem sætti líflátshótunum vegna sinna skrifa Brexit á sínum tíma. Þannig að hún þurfti að fara fram á það við sinn skóla. Hann fjarlægði staðsetningu á skrifstofun hennar af vefnum vegna þess að það var fólk að koma og skilja eftir óvelkomnar gjafir fyrir utan og hún óttaðist bara líf sitt vegna tölvusendinga sem hún var að fá. Við þurfum að vera meðvituð þetta að fólk verður að hafa umboð til þess að setja fram sína niðurstöður og það verður að geta treyst því að háskólasamfélagið standi með því og taki upp málstaðan, magni upp raddirnar fyrir að skilja fólk eftir eitt út á akri, óvarið. Og þetta bara held ég verði eitt af stóru verkefnunum okkar í háskólasamfélögum víðum heim á næstunni vegna þess að við sjáum þessar hugmyndir sem eins og þú sagðir svona að við sagðir að mín skoðun jafngild þinni þekkingu og þínum rannsóknum jafnvel. En þetta eitthvað sem bara mun skipta óbúðslega miklu máli og verður verkefni okkar sem háskólasamfélags að standa saman gagnreynda þekkingu og hvernig hún sett fram og henni haldið á lofti. Og við ræddum þetta nú aðeins þegar ég kom til þín í einstaklingsviðtölin sem þú nefndir bara hversu miklu máli það skiptir að miðla þekkingu inn í samfélagið. Og Vísindavefurinn sem fagnaði 20 ára afmæli daginn var svona hluti af því að fólk geti fundið trúverðugar upplýsingar. Wikipedia frábær en það hægt að eyðileggja hana með ofboðslega einföldum aðgerðum. Það hægt að taka vefsíður niður, breyta þeim hratt og áður en að samfélagið farið að bregðast við og þá getur fólk verið farið að taka mark á þessu og síðan auðvitað með þá algoritma og allt sem við erum að horfa á núna. Þannig að þetta eru nýju tímar í bara vísindasamfélaginu
Það var lengi að því að þú varst að tala að fólki var ógnað, það líka svona með þöggun að Magnús Bennarsson hefur sagt frá því að þegar Íraksstríðið byrjaði að þá var voru fjölmiðlar sem leituðu til hans og fleiri sem höfðu svona góða þekkingu á þessu svæði, það dugði í viku. Eftir viku var bara að tala við þá sem voru sammála stjórnvöldum. Þetta eru grundvallaratriði í akademísku starfi, það er akademíska frelsið. Við vitum að það skiptir miklu máli fyrir bara það að þetta samfélag fungeri vel og að þetta sé gagnlegt fyrir samfélagið í heild sinni. Þetta er grundvallar, hvað má segja, ethos í háskólasamfélaginu. Við þurfum að verja það og þurfum að passa upp á það mjög vel og háskóla yfirvöld þurfum að vera sérstaklega á varðbergi fyrir því að vernda alla okkar háskólaborgara að tryggja það að þeir geti tekið þátt í þessari samræðu. Við þurfum líka að muna það að pendúlar sveiflast fram og tilbaka. Við erum núna á mjög hættulegum stað og þá skiptir svo miklu máli að þær stofnanir sem eru kannski að reyna að venda til dæmis lýðræðislega umræðu sem háskólar hafa mikið hlutverk í, að hlutverk þeirra verður þá ennþá sterkara að vega gegn pendúlnum að fara of langt. Við erum að sjá það núna í mörgum samfélögum að pendúllin er komin alveg út á ystu nöf og við erum að sjá sterk lýðræðissamfélög á barmi þess að breytast yfir í samfélög sem eru með allt aðra stjórnarætti. Við sjáum þetta jafnvel í Bandaríkjunum og við erum að sjá virkilega hættumerki og þess vegna skiptir svo miklu máli að háskólar taki hlutverkið alvarlega og það standi vörðum þessi grundvallagildi að passa upp á þetta, vera þáttakendur í lýðræðislegu umræðunni því háskólar eru ekki bara einangraða stofnanir. Það eru grundvallarstofnanir í lýðræðuna því þekking og staðgóða upplýsingar eru partur af lýðræðislegri umræðu. Þannig að þarna megum ekki gleyma því hversu mikið hlutverk háskólar hafa. Þetta er grundvallaratriði og við þurfum að standa vörð um þetta, taka þátt í þessu og muna það líka að pendúlar þeir á endanum farið hérna áttina, það er bara spurning um það hversu mikið er þýst á móti og það er okkar hlutverk núna að passa það að pendúllin hér á landi og það eru mikla rannsóknir samt upplýsingaóræðu sem til dæmis benda á það að traust í samfélagi skiptir miklu máli, traust á grundvallarstofnunum og það er til dæmis ein ástæða fyrir því að okkur gekk þrátt fyrir það að væri talsverð upplýsingaóræða til dæmis á COVID-tímanum. Það voru minni hér heldur en annar staðar. Það var meðal annars vegna þess að grundvallarstofnanir í okkar samfélagi nutu traust. Þannig að stofnanirnar sem að njóta traust þurfa að passa upp á það þurfa að vera traustins verðar og núna reynir á það að Háskóli Íslands sé traustins verður á það sem við sjálfur eru tímum. Það er ekki tvær fylkingar í háskólanum. Þau eru líklega bæði að endurspegla svona það sem þá stefnu sem hægt er að sameina háskólasamfélagið til þess að efla það og styrkja. En það er fólk sem hlustar á okkur heyrir svona blæbrigðamun og er svona ráða í það. Ég vona að það sé ekki rangt meti hjá mér að það er ekki háskólasamfélagið er ekki að klofna í Sannarlega ekki. Magnúsar og Silju arminn, það er ekki þannig. En þá ætla ég bara að enda á því að spyrja ef að ég hefði atkvæði rétt, af hverju ætti ég að kjósa þig frekar heldur en Silju? Fólk verður virkilega og ég byrst afsökunar því að þetta er persónukjör og ég hef alltaf erfiðleikum með þetta að vera að tala um persónulega. Þetta er mjög mikilvæg spurning. Ég ætla kannski nefna tvennt. Ég held að við bæði brennum fyrir háskólan. Ég hef yfir 20 ár verið málsvari fyrir fjármögnunarkerfis. Ég verið alveg óhrættur við að tala og tala gegn stjórnvöldum þegar ég verið ósammála. Ég hef tekið þátt í því yfir 20 ár núna að berjast fyrir fjármögnun háskóla og vísindastarfsemi. Þannig að þar er ekkert vafamál að ég hef brunnið fyrir þau málefni og verið tilbúin að leggja mig að veði þarna og ég hef ekki verið að berjast fyrir mínu fræðasviði heldur fyrir vísindin almennt og þessa stóru mynd, númer 1. Og númer 2 þá hef ég líka verulega stjórnunarreynslu, þar að segja, ég hef reynslu af því að stýra stórri deild í háskólanum og hafa, þetta er ekki einfalt starf að stjórna þessari stóru stofnun.
Það akademísk starfsfólk og akademísk stofnun, það krefst ákveðinar þekkingar og reynslu af því hvernig þú færð fólk í lið með þér. Í akademíska tíð, þú þarft að fá fólk í lið með þér, þú þarft að vera leiðtogi sem fær fólk í lið með þér. Þannig að ég hef þessa reynslu, þessa miklu reynslu af því að stýra flóknu starfi innan háskóla. Þannig að þessi tveir þættir stjórnunarreynsla og löng reynsla af því að berjast fyrir fjármagn þessar stofnunar. Silja, bara. Já. Af hverju ætti ég að kjósa því frekar en Magnús? Já, takk. Ég tek undir það. Við öll sem að byggðum okkur fram í þessari hvað maður kallar það, þessari lotu, að þetta allt fólk sem að brennur fyrir háskólanum og vill gera honum, leggja honum sitt lið og gera honum allt það besta. Það sem að ég kem auðvitað með bara úr stjórnmálafræðinni. Ég þekki stjórnkerfið vel og skil hvernig það virkar. Ég hef líka reynslu innan úr stjórnkerfi háskólans. Ég hef setið í háskólaráði í 3 ár í stjórn fasteigna Háskóla Íslands og þekki vel fjármálin og þessi stóru rekstramál. Ég hef líka starfað í ólíkum störfum innan háskólans, þannig ég þekki það að vera í stjórnsýslunni. Ég hef verið lausráðin, þekki þessa óvissu stöðu sem að ungir fræðimenn oft hafa verið með og kem með stjórnunarreynslu úr 3. geiranum, þar sem ég hef verið formaður Rauða krossins. Og kannski fyrst og fremst að þá ég þrautreynd í því að vera talsmaður fyrir flóknar hugmyndir og fyrir málefni, og það það sem að ég vil fá að gera fyrir háskólann. Kæra þakkir Magnús Karl og Silja Bára fyrir að koma hingað og ræða háskólann, og gangi ykkur bara vel á morgun og hinn. Og ykkur sem að hlusta og hafi atkvæðarétt í háskólanum, ég hvet ykkur til þess að taka þátt í þessu. Þetta nú svolítið fallegt að háskólasamfélagi kjósi sér rektor. Fólk getur tekið þátt í kosningunni á morgun og á fimmtudaginn, og hún rafræn. Þannig að þú verður bara einu fingrahreyfingu frá því að greiða atkvæði. En við höldum áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is